Jæja, komið sæl. Ég ætla svona tvískiptan fyrirlestur í rauninni. Ég ætla fyrst aðeins að fjalla skýrslu sem var gefin út af ENISA, sem svona öryggisstofnun á vegum Evrópusambandsins. Þetta skýrsla e-authentication, EID authentication methods í finance and e-payment services. En á ekkert bara við hættur eða hluti þar sérstaklega heldur í rauninni svona almennt, þannig ég ætla aðeins svona að fjalla hana. Síðan ætla ég aðeins að fjalla sérstaklega eina leið auðkenninga sem eru rafræn skilríki og sérstaklega rafræn skilríki á SIM-kortum. Ef við byrjum bara, það eru kynntar farið yfir svona 5 auðkenningaleiðir í þessari skýrslu. Það er þessi hefðbundna bara lykilorð og PIN sem allir þekkja, sem bara notuð náttúrulega víða og mismunandi svo sem útgáfur af því, hvort það kallast veflyklar eða bara notað nafn og lykilorð. Síðan líka eitthvað sem kallast virtual keyboard, margir þekki það til dæmis í bönkunum. Þegar verið að millifæra þá þurfa þeir að stimpla inn tölvunar í rauninni eins og með músinni. Nú, það er eitthvað sem biometrics, það er verið að horfa á mismunandi þætti þar. Behavioral biometrics og svona body biometrics, eins og voice eða facial eða hand geometríu. Þannig að það er mismunandi þættir þar. Nú, one time password sem kallað er, sem í mismunandi útgáfum þar. Það geta verið svona kort í rauninni, eins og náttúrulega notað í Danmörku, sem eru svona, kallast þetta NEM-ID. Það getur verið SMS-in, sem kannist við að þið eru að skrá okkur til dæmis inn í netbankan eða eitthvað, getið þá fengið SMS. Eða eitthvað eins og svona tókar, eins og auðkennislyklarnir sem við erum með og erum búin að vera bankandi búin að nota það svona tíma. Þannig að það eru svona mismunandi leiðir þar. Nú, fjórða er þá, kallast e-signature certificates, eða þá rafræn skilríki á mismunandi formi. Það er hægt að vera með rafræn skilríki sem eru svona mjúk, sem eru bara geymd á til dæmis tölvu viðkomandi aðila, eða þá sértækum búnaði. Það getur verið mismunandi búnaður, það getur verið á svona korti, eins og við hefum verið að dreifa rafrænum skilríkjum meðal annars á debitkortum landsmanna, eða þá á símanum, eða SIM-kortunum eins og ég fer betur yfir á eftir. Nú síðan er þá 5. eitthvað sem kallast device authentication, það sem er verið að í rauninni að auðkenna búnaðinn sjálfan. Það er til dæmis eins og dæmið það er í ákveðnum banka í Noregi, að þá eru þeir að nota rafræn skilríki og með svona einhverjum kortalesurum og þá eru kortalesarnir sjálfur með rafræn skilríki á líka, þannig að þeir þekkja þá búnaðinn sem að skilríkið er notað með, þannig að það er alls svona mismunandi þá leiðir. Nú síðan er eitthvað sem kallast context authentication mechanism, sem er kallað risk-based authentication og fleira. Og það er rauninni þá aðferðafræði til þess að rauninni að meta eftir ákveðnum leiðum þá rauninni auðkenninguna eða það sem er í umhverfinu í kringum auðkenninguna. Þá er verið að horfa á hluti eins og til dæmis hegðun, verið að skoða hegðunarparametra, til dæmis tíma á milli sessjóna, heildar upphæð í hverri færslu, tíma dagsins, keystroke dynamics til dæmis eitthvað, það sem er að fylgjast með hvernig fólk slæra á lyklaborðið og reyna þá að finna ef það er til dæmis einhver malveri eða eitthvað þýjumlíkt að þá hegða það sig kannski öðruvísi heldur en hegðun, þessi hefðbundna hegðun að slá eitthvað inn. Session analyster, það líka, þá getur verið með mismunandi hluti þar, það getur verið með blacklista bankareikninga, það er til dæmis algengt og notað víða í Evrópu, þá eru þekktir bankareikningar sem kallast svona mule accounts og þá er þá skoða hvort það sé verið að millifæra peninginn á þannig reikninga og þá sagt nei, það er þá stoppað og tími milli sessjóna og svona fleira. Við erum með einhverja svona network parametra líka. Það getur verið IP-adressur sem þá verið að skoða, annarkvort leyfðar IP-adressur eða ekki leyfðar IP-adressur og svona fleiri hlutir þar sem við erum að horfa. Tími milli þá sessjóna frá mismunandi þá IP-adressum. Geographical distance between operations, þannig að þú ert að skrá þig inn frá einu landi og síðan bara stuttu seinna frá einhver allt öðru landi, þá verður að skoða og meta þannig þætti. Búnaðinn líka þá aftur, þá verður að taka svona hegðun og parametra þar og þá verður að horfa allt frá bara vélinni, hvaða hugbúnaði verið að keyra, allir browserinn og hitt og þetta. Þannig að það verður að sækja fullt af upplýsingum úr búnaði viðkomandi aðila. Og síðan er þá eitthvað síðastlega user profiling. Þá getur verið mismunandi profiling, þú getur verið með profiling sem gerist í rauninni í sessjónu, þá bara ég sem ákveðin notanda típa
hegða mér þá alltaf með ákveðnum hætti og það er þá mattsað á móti því hvort að það sé í takt við það. Það getur verið frá því allt upp í það, þetta er svona individual behavior pattern, þannig að þá eru þeir alltaf að vera að vista upplýsingar mig sem notenda, geyma mína notasögu, sem hvert skipti sem ég auðkenna mig, það að vera að mattsa á móti þeirri sögu. Ef þið sjá eitthvað afbrigðilegt frávik frá því, að þá er hægt að bregðast við með ákveðnum hætti allt frá því að stoppa þig eða kalla eftir frekar auðkenningu og eitthvað þvíumlíkt. Og hluti af þessu öllum þannig að þetta er þessi parametra sem að tengjast og eru notaði þá saman og þessi risk-based authentication eða context authentication og síðan svona sterk auðkenning fer mjög vel saman og það er alltaf verið að leggja meiri og meiri áherslu á að blanda saman mörgum lögum til þess að verjast alls konar hættum. Nú, það er fjallað nokkrar hættur í skýrslunni líka. Það er sem threats against end user. Það verið að horfa bara á endanótandan sjálfan, mismunandi hættur sem eru þar. Gegn búnaðinum sem hann er með, allt frá því að stela búnaðinum í svona malicious software, malware, eins og við sáum áðan hjá henni Pólu. Og það er kannski það sem er einna erfiðast að verjast gegn. En síðan erum við þá threat against communication networks, eða netunum. Það er ýmsar hættur sem eru þar. Og síðan það er threat against remote banking service, það sem er verið að ráðast á þjónustuna sjálfan eins og bara bankan og serverina þar. Þannig að það eru þá mismunandi hættur sem eru þar. Nú í skýrslunni setja þá fram þessar tegundir á hættum og þá mismunandi auðkenningaleiðir og verið svona að mattsa saman, reyna átt að sjá hversu applicable, þessu viðeigandi eru hættuna þá miða við mismunandi auðkenningaleiðir. Þetta er þá frá allt frá 1 upp í 5, það sem 1 er best og 5 þá það sem meira svona applicable og þið sjá til dæmis munin þarna til dæmis username password sem efst sem aðeins mikið af 5 og síðan kannski sterkustu auðkenningaleiðirnar sem eru þá þessi rafrænu skilríki sem getur það vera á símanum eða á kortunum. Þannig að það er svona hæðstu en við sjáum það er líka ákveðna hættur eins og þarna 2C til dæmis sem bara yfir höfum í erfitt að verjast og auðkenningin ekki til þess að verjast í. 2C þarna malverin. Þannig að þegar malveri er komin upp, eða middlemenninni, browser, þess konar hættur, að það er bara mjög erfitt að verjast því. Það er allt öðruvísi þá mekanismi sem þú notar í þannig þætti. Ef það er einhver sem er bara að horfa og fylgjast með nákvæmlega sem þú ert að gera, skráði þig inn í netbanka eða hvað sem er, þannig að bara sér hann það sem þú ert að gera, allt sem er að gerast í tölvunni. Þannig að þetta er svona flokkun sem er með svona yfirlit yfir, að vera að reyna að para saman þessa þætti. Nú, eins og við þekkjum, þá skiptir kannski miklu máli líka oft, það er ekkert sem er 100% öryggi, oft skiptir bara máli að vera öryggar en aðrir. Það er svolítið þannig í þessum heimi, því að þetta er mjög ör þróun og þess áttar. Og það er marg góð kvóti í þessu öllum eins og gasellan og ljónið og rauninni þurfa bara að hlaupa hraðar heldur en hraðasta ljónið eða er rauninni bara hraðar heldur en sá sem hleypur hægast. Það er oft mikilvægast að vera bara betri heldur en sá sem er hliðin á sér og almennt eru við svo sem ágætt á Íslandi þannig að það er miklu sterkar og miklu svona auðveldari skotmörk annar staðar þannig að við almennt stöndum við okkur nú ágætlega en þetta getur skipt miklu máli. Nú aðeins bara lykilorð á flakkið, þetta er svo sem eitthvað sem hefur verið mikið umfjöllun bara síðustu ár og það er þá mismunandi leiðir sem valda því. Það getur verið eins og þekkt innbrot hjá þjónustuveitendum sem nú komið svolítið upp på síðkastið og síðan það árásir á einstaklinga eins og við sjáum á malverið það sem er bara raun og verið að sértæka árás á viðkomandi einstaklinga, annað hvort bara einn á móti einum eða þá marga í einu þar sem er verið að hlusta og þess að og þetta eru bara dæmi árásir sem hafa verið, flestar af þessum árásum eru þá tengdar þá innbrot hjá þjónustuveitenda en einhverja líka þá bara tengdar því að það er einhver malver sem er komið út og er á tölvum út allan heim og það er bara að skila þá lykilorðum inn í einhvern svona miðlægan gagnagrunn sem er þá aðgengilegur á netinu. Þannig að það sem við horfum svolítið á er að öruggasta lykilorðið það er ekki geymt á netinu. Náttúrulega þegar þú ert með notanafn og lykilorð þá eru lykilorðin alls staðar á netinu eins og Póla fór yfir í fyrirlestri að þá er það allt geymt þar, það er verið að mattsa þarna saman. Þau eru geymt með misjafnlega öruggum hætti og
og það náttúrulega skiptir mjög miklu máli en svarið kannski við þessu að geta farið leið þar sem að lykilorðið ekki geymt á netinu heldur það geymt þá í eins og í rafrænu skilríkjunum að þá það bara geymt einn á móti einum inn í þá ertu með lykilorð af þínum einkalykli sem í þínu skilríki og það hvergi geymt annars staðar en í því þá í SIM-kortinu eða í örgjörva viðkomandi aðila. Nú aðeins færum okkur yfir í þá rafrænu skilríkin en bara með skýrsluna finnið á netinu og getið þá googlað nafnið á henni mjög áhugaverð og fleiri skýrslu frá NISA sem að fjalla þessa þætti. Nú við hjá Auðkenni erum búin að vera að vinna með bönkum og sparisjóðum og ríkjum að dreifa rafrænum skilríkjum á debitkortu núna í svolítinn tíma frá því 2007, 2008 og það núna búið að endurnýja debitkort og þau eru með meirihluti Íslendinga með rafrænt skilríki þar á. Hluti þeirra kringum 40% eða rúmlega 100.000 manns eru kannski með virkjuskilríki og ákveðin hlutir ákveða virkið ekki. Þau eru hægt að nota hjá svona flestum mínum síðum á Íslandi, hvað sem það séu fjármálafyrirtæki, símafélög, tryggingafélög, ríkisstofnanir og lífeyrissjóðir og fleiri. Nú, það sem við höfum verið að kynna núna undanförru og erum að kynna meðal síðan frammi, það er þá rafræn skilríki á SIM-kortin, það sem við erum svona að mæta ákveðinni þörf, það er ný leið til þess að dreifa og nýta þessi rafrænu skilríki. Við bara við almenni tækniþróun eins og rafrænu skilríkin á kortunum þau virka illa eða virka ekki á þessum snjallbúnaði hvort sem að sé þá sími minni eða spjaldtölvun og þess háttar. Þannig að þetta er svona aðeins önnur leið. Það eru rök fyrir því að þetta sé aukið öryggi, þú ert að nota þetta til dæmis out of band eins og þess háttar þættir, þar sem að þú ert í rauninu bara auðkenna þig annars staðar heldur en það sem þú ert að sækja þjónustuna eða jafnvel á sama tækinu. Þetta er leið sem virkar á flestum símum, þetta er ekki svona snjallsímaleið. Þetta virkar þá á gömlum símum og snjallsímum og spjaldtölvum. Við erum öllum búnaði sem styður þá ákveðin samskipti við SIM-kortin. Það er einstakar símar sem eru ekki studdir, en þetta byggir á svona gömlum símastaðli sem allir með eins og þekki kannski þetta gamla vit eða vappið og þess að það er svona svipuð viðmót. Notandi þarf ekkert að setja neitt upp á vélinni sinni þegar hann er komið með þetta, hann er komið með rafrænu skilríkin, þá getur hann notað í rauninni bara hvar sem er og við þurfum ekkert að vera að spá eða hugsa stýrikerfin eða búnaðin eða neitt og í rauninni notandinn hann er með símanúmerið sitt og nota það sem notanafn og slær því inn einhvers staðar á vef þar sem hann er að fara að sækja þjónustuna. Og í appinu þá getið þið app í jafnvel muna notanafni eða sem símanúmerið og þá er þetta bara pinn og inn. Frekar einfalt, talsveit öðruvísi heldur en kortin, en samt byggir á þessum rafrænu skilríkjum og þeirri hugmyndafræði. Bara dæmi, sýningur hérna. Þið getið séð þetta líka, að prófa þetta live sjálf. Hérna er ég að fara að skrá mig inn í þjónustu, þá hjá ríkisskattstjóra. Og þá set ég bara inn þá símanúmerið mitt, sjáu það hérna. Og þá fer í stað eitthvað ferli, þar sem að rauninni þjónustuaðilinn er að tala við þjónustu í okkur, þetta er svona vefþjónustu sem er að tala saman. Og hann sendir beiðni yfir til okkar og við sendum það áfram yfir til símafélagsins sem sendir það upp á símtækið og hérna kemur það upp. Þú ert að fara að skrá þig inn í skattur, innskráning á skattur.is og þetta er eitthvað sem er breytilegt og rauninni kemur frá viðkomandi þjónustuaðila. Ef þetta verður innskráning á síðu símans, þá kemur bara innskráning á síman eða eitthvað þýðinlíkt. Nú, ég beðin að slá inn pinni mitt og þegar ég fekk mér skilríki þá valdi ég pinni mitt. Það getur verið allt frá 4 upp í 8 stafi. Notandi fær að velja það. Síðan er ég bara komin inn. Þetta er inn, þannig að þegar ég er búin að heita pinnið, þá fara þau samskipt aftur tilbaka og rauninni til okkar og einu yfir þá til. Við sendum í rauninni auðkendan aðala inn til það viðkomandi aðala. Sama er með í rauninni undirritarinnar. Það hefur orðið talsvert þróun á undirritunum. Allt frá því hérna í eldgamla daga, víkingana, það var bara tekist í hendur og í fjaðurpennin og pennin og síðan þá debitkortin sem við höfum verið að nota. Með því að Auðkenni hefur verið að nota undirritarinn í talsverðan tíma þá með kortunum okkar og síðan þá núna símtækið. Þannig að þetta er svona þróun og þetta er kannski sú þróun sem eftir að breyta mestu hér á landi og víða í þegar að taka næsta stökk í að rafvæða ferla. Nú, við sjáum bara dæmi um það. Hér er þá í ákveðnu kerfi. Þetta er kerfi sem heitir Core Data sem er frá gagnavörstunni og er verið að kynna meðal annars hérna frammi. Þetta er stjórnargátt okkar Auðkennis
það þannig hjá okkur að öll stjórnin með spjaldtölfur með SIM-kortum í og rafræn skilríki þar á og stjórnarmenn þá auðkenna sig inn þá með rafrænu skilríkjunum og þar síðan geta þær undirritað. Þannig að alla fundagerður okkar eru rafrænt undirritaðar, hafa verið lengi, ekki til á pappír, engin pappír og þá undirritaðar fundagerðunar þarna. Nú, það er aftur bara slægi inn símanúmerið mitt, býð það eftir skilaboðum á síman eða spjaldtöluna. Sama hér, hérna fæ ég, þú ert að fara að undirrita. Þetta er eitthvað sem þá kemur, þessi texti kemur alltaf eins á alla, kemur beint frá okkur. Ég fæ þá upp næst, gæti fengið tætigildi sem kallað eða hægt að birta, þá ég geti byrt þessa tölur eða hluta þessari tölu á skjá notenda. Það er svona verið að hugsa svona see what you sign hugmyndafræði. Það er einnig hægt að birta texta í rauninni. Síðan í rauninni bara ég að slá inn pinni mitt og í þessu tilviki þá er sama pinn af undirrituninu minni og auðkenningaskilríkinu. Þeir sem þekkja rafrænu skilríkinu eru með á kortum í dag, að þá er þetta sikkvort pinni. Þannig að 4 stafa pinn til þess að auðkenna sig og 6 stafa pinn til þess að undirrita. Þannig að við ákvaðum í símanlausninni að þessari lausn að rauninni hafa bara 1 pinn upp á það að það er bara rauninni notavænna upp á það að gera. Fólk, svona, þeir sem að nota til dæmis undirritunarpinni sitt lítið eða ekkert, það er náttúrulega nota það sjaldnar, að þá getur fólk lent í vandræðum með að muna ekki þessa síðustu 2. Þannig að þetta er talsvert þægilegra. Þannig ég slæði bara inn pinni mitt og þá er ég búinn að undirrita þessu líki þennan samning. Og í þessu kerfi hér að þá birtist sjáuð uppi upplýsingar undirritunina og hérna þá teknar upplýsingar út úr undirrita skjalinu. Ég get þessu kerfi bara tekið niður skjalið, halaði niður að downloadaði og hér er ég þá að skoða það í þessum Adobe hugbúnaði og þá kemur fram þarna uppi rafræna undirritunum mín eða upplýsingar það. Það er ekkert svona sem að sést á skjalinu sjálfu í þessu tilviki. En það er verið að vinna í því að bæta því til þess að hjálpa okkur svona að yfirfæra þessa tækni. Það er alveg hægt að setja í rauninni svona mynd af annarkvort þessar undirritun minni eða upplýsingum undirritunina sjálfa svona til að hjálpa okkur að færa yfir að færa okkur úr þessum pappírsheimum yfir í rafrænuferlina. En aðalmálið er náttúrulega rafræna undirritunin. Það er það sem skiptir máli. Þannig að þetta hefur við verið að nota bara með góðum árangri og hefum bæði verið að skrifa, stjórnin hefur verið að skrifa undir og við höfum líka skrifað undir samninga við ytri aðila, rafrænt. Nú, hvernig fæ ég skilríki í þessari lausn? Þessi lausn er háð SIM-kortunum, þannig að viðkomandi þarf að vera með ákveðið SIM-kort, er að fá nýtt SIM-kort sem að Síminn er búin að vera að dreifa núna frá því í nóvember. Vodafone er líka að innleiða lausnina, þannig að það er allt í gangi þar. Nú, næsta skref er þá að sækja rafrænt skilríki, þú ert komið með þessi kort. Þeir sem eru með rafrænt skilríki í dag, þeir geta bara sótt á netinu og þar ferðu þá bara gegnum ferlið að auðkenna þig og undirrita. Og síðan getur þá líka, ef þú ert ekki með rafrænt skilríki, þá getur þú bara fengið skilríki þá í eigin persónu. Við erum með skráningarstöðvar núna í Kringlunni og í Borgartúni og líka í Glerártorgi á Símanum. Síðan erum við með skráningarstöð fram með sig köllum það sem þú getur farið og fengið rafrænt skilríki og þú þarf þá bara að sýna þá ökuskírteini eða vegabréf eða nafnskírteini, eitthvað af þeim skilríkjum. Og síðan hefur við líka verið að fara í bara heimsóknir á stærri vinnustæði þar sem við mætum bara á staðinn og þá er verið að skipta út SIM-kortum ef þess þarf og rauninni láta fólk fá rafrænt skilríki á síma sinn. Nú, fyrir þá sem eru þjónustuveitendur og vilja fara að nýta sér þessa þjónustu og bjóða upp á hana, hvort sem það sé þá til auðkenningar eða undirritana, þá eru upplýsingar hjá okkur það, bara að gera hafa samband. Þetta er lausn það sem er rauninni verið að tala við vefþjónustu tala saman. Þannig að það þarf að forrita ákveðna hluti. Gæti tekið viku, það fer eftir rauninni bara umhverfi viðkomandi aðila. Það er ákveðin kóðadæmi og fleira þetta inn í hjá okkur. Undirritunum tekur kannski aðeins lengri tíma en sama. Þannig að ætlum bara frjálst að hafa samband við okkur og þetta gera. Þannig að þetta var svona það sem ég ætla að fara yfir og
bara bendi ykkur líka á básun okkar á ef þið viljið fá okkur skilríki eða fræðast meira þetta og það eru aðalega líka að kynna undir auðkynningun inn í þeirra þjónustur, það er bæði skatturinn og gagnavarslan frammi og einhverju fleiri. Þannig að þetta sagt ykkur betur frá því. Þannig að þetta var svona mín yfirferð. Er ég ekki alveg á tíma eða? Ég held að gefa þig gott klapp. Eitthvað spurningar eða? Já, við höfum tíma fyrir spurningar. Þú stendur þig vel tímalega sér. Já. 4 mínútur. Sko. Eru ykkur spurningar til Haraldar? Já, flott. Sæll. Bara hvenær getum við að fara að nota þetta á móti heimabönkum? Netbönkurum. Bara vonandi bráðlega. Þeir eru allir að vinna í þessu og það er semst komið fram opinberlega. Þannig að ég get ekki sagt alveg nákvæmlega hvenær sko. Það er bara bráðlega vonandi en einhver leiti hugsanlega eru þeir að keppa þetta, hver eru fyrstur eitthvað svona. Þannig að það er allir að vinna í þessu og margir fleiri. Ísland.is til dæmis að það má búist í að sú þjónusta verði komin í loftið í þessum mánuði. Þá hefur við aðgengi að alveg 70-80 þjónustum þar, sveitarfélögunum og opinberum og fleira. Þannig að þetta hefur tekið alveg fengið rosa góðar viðtökur. Þetta er einhvern veginn svo miklu þægilegra og einfaldara heldur en kortin að mörgu leyti þó að þau séu góð og henta mjög vel í starfsskilríkjum sem við erum með og svona. En þetta er svona bara þróun eins og hún er og sem móbarleið er bara, það er svolítið málið. Fleiri? Já. Það fylgir SIM-kortinu, sem sagt, ef þú skiptir síma, það er alltaf læg, en ef þú skiptir SIM-kort, þá þarf þetta að fá nýtt. Við nýtum þá öryggið á SIM-kortinu sem er þá sambærileg og er öryggið á debitkortinu. Að auðkenna símanum, ef símanum er stolið, já sko, ef þú tilkynnir glataðan síma í símtæki og hvað sem það sé þá til okkar eða símans og ef símanúmerinu er lokað þá er sjálfkrafa skilríkinu lokað eða það setja afturköllunarlista sem kallað er og þannig að það kemur í rauninni strax síðan þegar ef einhver allar auðkenna sig inn til dæmis í banka að þá er alltaf það verið að kanna móti þessu lista yfir afturköllu skilríki og það kemur þá bara strax þar inn á. Þannig að ef það verður að nota þessa sem kallaðist OCSP þjónustu, þannig að það gerist mjög fljótt. Já? Jú, það eru takmarkaðar tilraunir sem við getum gert og á pinni, þannig að skilríkið er varið með pinni og síðan eru þá takmarkaðar tilraunir til þess að reyna. Þannig að það er svona, pinnið er náttúrulega ráðstöfunin til þess að tryggja ákveðna hluti, þannig að fleiri? Jú, mörg tæki. Jú. Jú, mörg skilríki eða mörg tæki. Jú. Ég til dæmis er með rafrænt skilríki á símanum mínum. Ég er með rafrænt skilríki á spjaldtölvunni. Ég held ég sé með 5, mismunandi tækjum eitthvað að testa eitthvað, þannig að ég get verið með bara alveg. Já, samskonar. Þetta er sikkurt lyklaparið alltaf. Það er alltaf svona uník, en þetta segir alltaf bara að ég sé Haraldur. Þannig að það er sama vottun og allt svo leið sem mismunandi skilríki og ég get farið með þeim öllum, innállum með skattinn eða eitthvað. Það er bara sama. Mörg persónuskilríki? Já, fræðilega. Í dag erum við bara að setja í rauninni 1 sem vottar ég sé ég. Næsta sem við vinnum að til dæmis eru þessi starfsskilríki sem votta mig þá sem starfsmann til dæmis auðkennis. Þannig að það verður hægt. Já, við erum sem sagt nei, það skiptir ekki máli til dæmis hver er skráður greiðandi af símanúmerinu til dæmis, eða rétthafi. Við erum ekki að votta þau tengsl.
Fleiri? Já. Það fer eftir því hvort ég velja alltaf sama pinni eða ekki. Ég hef möguleika á því að velja sama pinnið. Ég vel bara í hvert einskipti velja mitt pinn og ég get haft það sami, ég get haft mismunandi. Þannig að að því ég vel það. Ég vel líka bara á eftir á básnum hjá. Já. Já, það fyrir eftir hvernig skilgjörn sem víða reyndar. En til dæmis þetta sama aðferð og við okkur í Noregi að fara og erum búin að vera með í mörg ár. Eistar eru með sömu leið, Finnar líka. Þannig að já, þetta er þekkt tækni, gömul og er alltaf að taka núna meira og meira, er alltaf að fjölga þeim löndum sem er að fara þessa leið. Vit er bara, ég man ekki hvað. Nei, ekki undirritun. Þegar ég er undirrita, þá er ég bara undirrita. Það er rauninni tætigildi, sko, þannig að vitið er rauninni það sem er á símanum bara, formið þar. Já, nafn og þjónustu símans, flott. Já, algjörlega, þeir getið tala betur við okkur, þeir getið skoða til dæmis þetta kortdatakerfi bara hjá gagnaversluninni frammi eða prófað innskráninguna hjá skattinum með okkur og við erum á básnum frammi, þannig endilega bara farið það eftir og fáið ykkur ára en skilíki, þannig að og prófið þetta sjálf. Þetta er algjör snilld, mjög flott. Þetta er alveg harðlega gott. Ef við ekki að gefa Haraldi gott kaffi. Takk fyrir. Nú það er eitt erindi nú aftur fyrir kaffihlé og ég ætla að sjá hvernig mér gengur að komast tilbaka. Nú næstur er